gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komiði sæl og blessuð, mögulega síðasti þátturinn á þessum þingvetri, þótt komið sér nú sumar nema kannski fyrir norðan, því það horfir í þingfrestun innan nokkura daga, við vitum ekki alveg hvenær. Það eru komnir 3 þingmenn, 1 varaþingmaður reyndar sem situr á þingi en 2 þingmenn báðir í atvinnuveganefnd til að ræða við okkur nokkur mál næsta klukkutíman eða svo. Það af ýmsu að taka, alls konar álitaefni og heit umræða út í samfélaginu sitt hvað, svo sem orkumálin, hvort Íslendingar eiga að verja skattpenningum frá almenningi til þess að kaupa vopn í einhverjum stríðum og fleira mætti nefna. En verið þið velkomin, Gísli Rafn Ólafsson, þingmaður Pírata, María Rut Kristinsdóttir, varaþingmaður Viðreisnar sem ert á þingi þessa dagana, og Þórarinn Ingi Pétursson, Framsóknarþingmaður, formaður atvinnuveganefndar, svo nokkuð sé nefnt. En þú ert líka bóndi og ég veit að þú varst að koma að norðan bara með flugi núna fyrir nokkrum mínútum. Og mér langar aðeins að biðja þig áður við förum í pólitíska umræðu að segja okkur hver slæmt ástandið á Norðurlandi eftir þennan einn versta veður kvellasumri sem að fólk minnist. Já, sko, fyrir að fyrsta þá nú svo sem betur verið nú veðrið að skána og fór nú strax að skána á laugardaginn. Þannig að ég held við erum búin að vera í þessu brölt í 30 ár sjálfur og svo sem hefur nú tekið þátt í sauðburði og frá því ég var bara barn, en ég man ekki eftir svona tíðafæri á þessum árstíma. Það að segja við þurftum að mjög margir bændur á Norðurlandi, helst sennilega langflestir, þurftu að taka bara inn fé og það var inn í 6 sólarhringa. Og ég held að menn gerir sér ekki grein fyrir því hvaða áhrif þetta hefur. Það að segja fólk sem bara svona horfir á þetta, heldur þetta sé í lagi að kippa þeim bara inn. En þegar við komum fram á þannan tíma þá svo margt sem að hefur áhrif. Og þegar lömbin eru stór, þau eru fann að taka mikið til sín bara út á túni, það að segja bíta. Síðan kippum við þessu öllu sambandi, setjum alla gripi inn, þessu hrúað inn, bara eins og mögulegt var. Menn voru að nota svona skóhorna aðferðina, tróða kindum hingað og þangað og þetta allt í einni kös mjög víða og þar leiðandi eftir köstin, eftir svona lagað eru þannig að við bítum nú sennilega bara nálinn í haust með það, því að þetta hefur svo óðbóðslega áhrif á skepnurnar sjálfar. Það er svo lömbin ganga svo svakalega á ætnar og þó að menn sé að reyna að gefa þeim hey og það er að segja lömbunum og gefa þeim vatn sem leiðis að þá það ekki nóg og Hvað með beint tjón, hyggur þau? Þetta bara talið í milljónum á hverjum bæ, sko. Á hverjum bæ? Og eins og ég sagði þá kemur það nú ekki til ljós fyrir inn í haust. Nei. Og fyrir það náttúrulega bara vesenni og og síðan það þeir sem og þú þekkir nú Björn, nú úr Mývatnssveitinni. Bóndasonur sjálfur, já. Og þannig að þú veist nú svo sem hvað vera að tala að menn eru búin að vera í sauðburði í 3 vikur, uppgefnir og fá síðan þetta ofan í, sko. En ég held nú samt að eins og oft áður að þá rísa menn nú hratt upp aftur. Jú. Og það fín veðurspá. Já. Þannig að það hjálpar mikið til. En aftur á móti skaðinn skeður en veðurspáin hjálpar því að hann verður ekki meiri heldur en orðið Og einhverjir munu rífa sig úr öllu og velta sér naktir upp úr döginni á Jónsmessunótt. Já, það nú alveg gefið mál. Þótt að hafi ekki verið til þess síðust. Nei, síðan býðum við bara spennt eftir því að það hlýni, því að náttúrulega snjór í fjöllum alveg gríðarlegur. Já. Og maður var að sjá myndir eins og bara ofnur Reykjahverfi að Árni í Brúnarhlíð tók mynd af girðingu sem var nýbúin að gera við og það voru 4 metrar ofan á girðinguna. Þetta alveg ótrúlegt.
Heyrðu, en við skulum víkja okkur að hitamálum dagsins í dag og hvort ríkisstjórnin springur. Því hefur nú verið spáð reynda nokkuð lengi, en á morgun að margir telja svolítið stór dagur. Þá ráðast örlög hvalveiða og það hefur verið hermt að vinstri grænir séu í mjög klemmdri stöðu. Ef þeir leyfi þessar veiðar þá farið þeir úr svona 3,3% sem þeir eru eftir kannski niður ekki neitt og sé þá sjálfhætt. En annars getur haldið lífinu áfram í ríkisstjórninni. Hvað heldur þú að gerist á morgun? Ég hef sagt að þetta erfiður dagur fyrir nýjan ráðherra. Annarkvort að ákveða það hvort að flokkurinn hennar tapið þeim fáu náttúruverndarsinnum sem eftir í flokknum. Eða þá að ríkisstjórnin springi vegna þess að þegar maður hefur verið að tala við bæði þingmenn og ráðherra í stjórnarflokkunum, þá alveg að hreinu að allt annað en að leyfa hvalveiðar er bara mjög slæm ákvörðun í þeirra augum og eitthvað sem að stefnir ríkisstjórnarsamstarfinu í hættu. Vegna tenginga Sjálfstæðisflokksins við Kristján Loftsson, eða þetta verkalýðshreyfingin eða hvað Þetta er bara allt saman og líka bara maður sér hverjir hafa verið að berjast með eða gegn hvalveiðum inn á þinginu í allri umræðinni. Og ég held að það verði mjög erfitt, en ég ætla að gíska á það að nýr ráðherra ákveði að sitja áfram og sprengja ekki ríkisstjórnina. Stjórnin lafi að minnsta kosti til hausts. Já, að minnsta kosti. Þú ert þú ert frá Flateyri. Þar hafa menn nú ekki verið að veiða hval. Jú, á fyrri tíðum. Aldeilis, þetta var risa hvalveiði þorp á sínum tíma. Hans Ellefsen og fleiri boru brottir þarna og langafi minn var þarna á Sólbakka. En það ekki hagsmunir í seinni tíð? Ekki núna, nei, ekki mikið. Nei, hvernig líst þér á þetta? Hvað heldur að gerist á morgun? Sko, ég veit ekki hversu oft ég hef einhvern veginn setið í einhverju rými og verið að setja svona veðja á stöðuna, mun ríkisstjórnin falla á þessu eða þessu. Það hafa nú verið nokkur tilefni sem hafa komið svona síðustu árin, þar sem að við höfum öll verið alveg handvissum að nú sé þetta komið að endastöð. Og einhvern veginn virðist þetta alltaf lafa. Og ég einhvern veginn svolítið þar núna. Ég held að það þurfi mikið til þess að þetta fólk sem að handsalaði þetta ríkisstjórnarsamstarf bara fyrir tæpum 2 mánuðum, að þau fara einhvern veginn að gefast upp núna. En þetta vissulega mjög snúin staða og ekki kannski öfundsverð fyrir ráðherrann að sitja í þessum sporum sko, en á sama tíma þá hefur tónninn alveg verið slegin við ríkisstjórnarborðið. Við sjáum alveg það ósætti sem að stemdi í janúar þegar að vantraustið vofiði yfir og það einhvern veginn var sett á ís auðvitað vegna veikinda ráðherra. En þetta, maður finnur alveg svona svolítið þykkt loft í þinginu. Þetta þessi dagar þar sem maður sér svona 2 þingmenn standa í öllum hornum og það verið að diskutera stöðuna og maður finnur að það er einhver undiralda komin. Hvort þetta verður til þess að þau segi, herri þetta komið gott, ég þori ekki að segja til það, en miðað við reynsluna þá kæmi það mér á óvart. Það var alveg margir tapar auðvinspottum út á svoleiðislega. Já, ég hef ekki tölu á þeim einmitt, sko. En það má kannski skjóta inn í þetta að ég hafði samband við Sunnu Valgerðardóttur sem frekar nýlegur starfsmaður Vinstri grænna og ég bauð henni að senda fulltrúa frá VG í þennan þátt í þessu umræðu því að við myndum gjarnan vilja heyra í þeim á þessum degi. Það er engin tíma var svarið sem kom frá Sunnu Valgerðardóttur og það er svona oft sem að það eru aðeins diplomatískari samskipti þannig að mér fannst það svona benda til að það væri nú svolítið stríðu tótt þarna inn í flokknum. En nú erum við svo heppin að við erum með mann í ríkisstjórninni sem getur sagt okkur þetta, þannig að við þurfum ekkert að vera spekulera eða vera með bollaleggingar. Munið þið lifa af morgundaginn í ríkisstjórninni? Já, ég er nú svona freka von á því. Ertu ekki viss samt? Þú ert aldrei viss í þessu lífi, sko. Þannig að þú veist ekki hvaða ákvörðun... Nei, ég hef ekki hugmynd um það hvað ákvörðun Bjarki tekur, en ég reikna nú svona freka með því að Bjarki teki
rétt ákvörðun út frá því hvað henni finnst og við síðan getum við verið ósammála henni eða sammála henni. Í grunni snýst þetta sjálfur sér það bara hvernig ráðherra fer með sitt vald sem snýra stjórnsýslu sko. Og eins og þegar Svandís bannaði hvalveiðar eða heimilaði ekki að þeir færu á stað síðastliðið sumar að þá snýrist þetta bara ákvörðun ráðherra varðandi það að framfylgja því sem búið var ákveða og síðan heimilar, við skulum ekki gleyma því að Svandís heimilaði síðan hvalveiðar 1. september í fyrra. Nú liggur það fyrir að við erum með nýjan matvælaráðherra sem að fékk þetta sjálfur sér bara í hausinn og er búin að vera að kalla til sín gögn og frá hagaaðilum og síðan tekur hún bara upplýst ákvörðun í framhaldinu og hver hún verður hef ég ekki hugmyndum en ef ég myndir á þessu þá myndi ég svo sem vera löngu búin að heimila hvalveiðar þegar ég hef hingað til talað fyrir því að menn nýti þessa auðlind. Það er ekkert leyndarmál að ef VG fer leið hinna flokkana tveggja í ríkisstjórnarsamstarfinu þá kannski, það eru hrossakaup, það er verið að semja það að ef ég ger þetta þá verður þú að gera þetta og flokkarnir eru ólíkir og þeim samningum hefur ekkert lokið í þessum stubbi, þessum framhaldsstubbi í líftíma ríkisstjórnarinnar sem varð eftir að Katrín Jakobsdóttir vék af velli. Hvaða mál eru það sem, við vitum að fjármálaáætluninni þurfum við að ýta úr vör núna fyrir þingfrestun, er það ekki alveg 100%? Jú. Já. Hvaða mál eru það önnur sem að þú getur sagt okkur hér og nú að fari í gegn? Já, stjórnarandstaðan fékk nú listan fyrir, var ekki síðustu viku, Gísli? En burtséð frá listum? Já, og þannig og á honum voru 60-70 mál faraðu öll í gegn, ég var nú ekki von á því en aftur á móti að því við vorum að tala hér Nei, er komið sátt einhver svona fleiri mál heldur en fjármálaáætlun sem við vitum að ég held að það er náttúrulega sátt margt sem við ætlum að reyna að klára og lagareldisfrumvarpið við erum að vinna í því og góður gangur í því og það er nú mál sem er á hendi vinstri grænna það er að segja ráðherra þeirra og við erum að vinna á fullu í því máli náum við því fyrir 14. júní ég er ekki bjartsýnn á það Þú ert ekki bjartsýnn á það en bara vegna þess að málið er stórt og flókið og náum við því ef að þing verður í næstu viku þá væri svarið já og það svona á fleiri mál og það eru stór og mikil mál sem að hafa verið í vinnslu inn í nefndunum útlendingafrumvarpið býður 3. umræðu og svona getum við haldið áfram og vissulega eru mál sem að okkur greinir á og til dæmis var bara til dæmis á föstudaginn síðasta þegar við tókum út ákveðið mál sem snýra kvótasettingu í grásleppu og það sem að að það voru bara þingmenn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem að studdu það og þannig að en það væri mjög óeðlilegt ef að við værum sammála alla hluti, það væri algjörlega þannig. Já, það hefur verið meira þannig að þið hefur ekki verið sammála neina hluti. Já, það er ekki rétt en það er alveg, auðvitað þurfum við alltaf að við rekumst á veggi og annað í þessu og við höfum margoft gert það eins og hefur komið fram að búið að spá stjórnarslitum, ég veit ekki hvað og springi og framan í okkur allt svoleiðis en við erum allavega í þessu verkefni áfram og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að við vorum kosin til 4 ára og það er nákvæmlega eins og er sveitarstjórnarstigi þá er fólk kosin til 4 ára og klára það verkefni. Eftir ríkisstjórnarfund á föstudaginn þá var Sigurður Ingi þinn formaður spurður út í kvikumálið og hann lítur augljóslega þannig á að TM-málið að það þurfi ekki að hrófla við því
hann notaði samt tækifæri til þess að lýsa því að umsvif ríkisins ætti að vera sem minnst á fjármálamarkaði og talaði að stefnt var að Íslandsbanka sölu næstu 2 árin. Það ekkert að fara að gerast allavega í því núna. Já, það frumvarp liggur fyrir, það á dagskrá í dag. Það á dagskrá. Já, það búið að afgreiða það út úr nefnd. Og þannig það það mál á dagskrá. Og gæti það verið mál sem spýtt á eldhraða í gegn bara á næstu dögum? Ég held að það sé ágreiningur það milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Já, það liggi nú alveg fyrir. Þannig að það mun örugglega fá þó nokkuð mikla umræðu. En það eru önnur mál þarna inni sem að munu fara hratt í gegn og við erum að vinna meðal annars í atvinnuveganefnd til dæmis frumvarp afurðasjóð Grindavíkur og má eiginlega segja öll frumvarp sem snerta Grindavík á einn eða annan hátt að þar mikil samstaða innan þingsins þverpólitískt að koma þeim öllum hratt í gegn. En ég líka þessu ferðamálastefnan heyrist það nú ganga svona nokkuð vel hjá okkur. Þannig að við getum sagt að jafnvel þó að stjórnin myndi springa á morgun þá held ég nú að þingmenn myndu slíðra hanskana aðeins og klára Grindavíkurmálin. Það væri ekki spurning. En örstutt frá ykkur tveimur, hefur Bjarni Benediktsson eitthvað umboð til þess að selja Íslandsbanka á sinni vakt núna með við hans forsögu? Ég veit hann ekki fjármálaráðherra, hann forsætisráðherra. Alls ekki. Alls ekki, og þitt? Nei, ég held að við setjum mikinn fyrirvara við erum hlynnt sölu í Viðreisn almennt, en hvort að þetta sé réttu tímapunktur, það svona umdeilanlegt og eitthvað sem við allan að munum tala í okkar málflutningi. Mér líður stundum smá eins og maður sé fastur í kvikmyndinu Múrmeldýrið þegar maður að tala pólitíkina og ríkisstjórnina. Maður upplifa sama daginn aftur og aftur og aftur. Og núna einhvern veginn með þessar hvalveiðar hangandi í júní, þetta svolítið bara eins og í fyrra og þá gerðist það ekki að ríkisstjórnin allt í einu bara pakkaði saman og fór í sumarfrí af því maður finnur það er ofboðslegur sársauki núna í gangi á milli þessara flokka og það einhver leikur í gangi núna svona störukeppnum að það ekkert mál að vera langt inn í sumarið og svo framvegis. Við erum alveg tilbúin í það en ég ekki viss að þessi 3 flokkar sem starfa þarna saman séu endilega spenntu fyrir því og við í Viðreisn stigum fram í síðustu viku og með buðum fram okkar hjálparhönd. Það eru þarna nokkur mál sem eru klárlega þingmeirihluti fyrir þó svo sé kannski ekki meirihluti fyrir þeim í meirihlutanum. En það eru þetta kannski reynir svolítið á þegar að þjóðþrifamál eru þarna á dagskrá. Hvort að það sé raunverulega vilji til þess að klára þau eða ekki. Ég ætla líka bara vegna þess sem þú sagðir með sársaukann, þá ætla ég líka bara að vera málsvari almennings í landinu og lýsa því að fyrir hönd almennings í landinu, langflestra Íslendinga, að það mikill sársauki hjá almenningi í landinu að við séum með ríkisstjórn sem Bjarni Benediktsson eftir alla hans sögu og allar hans vendingar í forsæti fyrir. Og það ekki heldur til þess að einfalda afgreiðslu þingmála því að þessir flokkar sem eru inni í ríkisstjórninni, þeir eru mjög vel meðvitaðir andrúmsloftið utan þingsins þessa dagana. En að því sögðu, þá ætla ég að víkja mér í annað viðkvæmt mál sem við heyrðum þau síðast í gær á Sprengisandi Diljá hjá Sölunum og Sigmund Davíð takast svona kannski pínlítið hart, sumar afferur náttúrulega sviðsetning, alls konar rökleg leikrit sem að þingmenn setja á svið í fjölmiðlum sem inn á Alþingi og bara í lífinu. En ég held að það sé svona hjá mörgum núna, þetta ekki alveg einfalt með varnarmál Íslendinga og stuðning milljarða sem að fara í mögulega einhver vopnakaup og eitthvað svoleiðis. Diljá til dæmis hélt það fram í gær sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins að tímarnir væru svo breyttir að það þýddi ekkert að vísa til fyrrum hlutleysis Íslendinga og þátttaka okkar í NATO og skyldur okkar væru bara öðruvísi heldur en með sama hætti og skyldur sumra annarra ríkja hefðu breyst eftir innrás Rússa í Úkraínu. Þetta var náttúrulega umræða fyrir forsetakosningarnar og þetta ekki alveg einfalt.
mér langar að fara hérna öfugan hring og byrja á þér. Einhver umræða þetta inn í þingflokkunum þingflokkum ríkisstjórnarinnar hvort við erum að ganga og langt til þess að raska hlutleysi og verða jafnvel skotmark? Það eru til stjórnmálafræðingar núna og skýrendur, prófessorar í háskólum sem að segja að við erum að fara út úr NATO, við sem hættulegri sem skotmark í NATO og ekki síst af því að við sem farin að ógna Putin með því að setja einhvern pening þarna til höfuðsvonum. Bara örstutt þetta. Umræða? Já, vissulega umræða til staðar en hérna, til þess að einfalda hlutina og vera ekki að dvelja lengi við þetta, þá las ég færslu á Facebook í gær sem Helgi Hrafn Gunnarsson skrifaði. Mér fannst þú færsla frábær og hún rammaði algjörlega inn akkurat hvað það þýðir að hafa hlutleysi og hvað það kostar að hafa hlutleysi. Hver er kjarnið þeirra raka? Hún snýra því við erum hernaðlaus þjóð vegna þess að það eru aðrar þjóðir sem eru tilbúnar að verja okkur, það er að segja okkar bandalagsþjóðir innan NATO og þegar það er kallað til okkar eins og núna í tengslu við Úkraínu varandi þá fjármuni sem við erum að leggja til þar, að mér fannst Helgi, hann rammaði þetta alveg virkilega vel inn. Ég ætla að vona að þú var að lesa þessa fæslugíslu því að hún segir allt sem segja þarf og þetta það kostar nágrannaþjóðir og vinaþjóðir að við erum líka, að við séum hlutlaus og það er ekkert sjálfgefið að við getum haldið þessu hlutleysi og þar af leiðandi verðum við að leggja eitthvað að mörkum þegar kemur að eins og stríðinu í Úkraínu, þegar varandi vopnakaup og þess og þar. Eru framsóknarmenn einhuga það að sé rétt hafi verið rétt að setja þess að 300 milljarða þarna fyrir í vetur og nú er rétt að tala jafnvel 4 milljarða. Þetta eru fjárhæðir sem við hefum ekki séð. Já, þetta er þetta fjárhæðir en ég bendi líka á það að þetta kostar nágrann okkar og vina þjóðir sömuleiðis mikla fjármuni. En við getum líka bara ákveðið að fara að verja 2% af allri Já, það er náttúrulega bara allt önnur umræða, Björn, sko. Já, en Bjarni hefur nú samt og Þórdís Kolfröð Reykjörn stundum eru þau nú svona aðeins að því að við verðum bara fullvaxta á meðal fullorðinna þjóða, smáríkið hlutlausa og friðsama sem við höfum verið. Það var verið. ekki upphafið í spurningunni, sko. Nei, ég veit það. En ég er bara að velta fyrir mig sko færslunni. Já, en það er eins og víkattur að færslu Helga Hrafns. Hvað þetta varðar. Að við ákveðum að hafa hlutina svona, við erum í NATO, en til þess að við getum verið herlaus þjóð, að þá eru það bandalagsþjóðir okkar sem að halda upp í vörnum fyrir okkur. Og þegar að kallið kemur þá finnst mér það bara persónulega bara sjálfsagt að við svörum því kalli eins og við höfum gert og spurðu hvort það sé einhugur innan Framsóknarflokksins, það við örugglega skipta skoðunum það eins og allt annað í þeim ágæta flokki en það er svo sem ekki ein skoðun sem er gild þar. Þannig að en svona sé ég þetta út frá mér persónulega og ég veit það eru fjölmargir í kringum með sömu skoðanar. Vinstri grænir eru væntanlega á allt annað skoðun. Já, þeir verður bara að svara því sjálfur. Hver er ykkar ástæða hjá Viðreisn í þessu? Já, þú veist, í fyrsta lagi, ég skil mjög vel að þetta kalli á umræðu og að fólk svona finnist þetta svolítið svona vera svona erfitt að horfa upp á þetta. Mér fannst Jón Gnarr kjarna þetta ágætlega í sinni svona framgöngu þegar hann var spurður þetta. Hann hafði verið á móti NATO alla sína ævi og svo sagði hann bara að það gerðist bara eitthvað við innrás Rússa í Úkraínu sem breytti mínum viðhorfum og ég þurfti bara svolítið að endurmeta mín gildi. Og ég held að mjög margir Íslendingar hafi staldra við þegar við erum komið með stríð innan álfunnar nálægt okkur að þá auðvitað bara breytist heimsmyndin. Finnar eru komnir inn í NATO, Svíar sömuleiðis, eða ekki? Þannig að auðvitað, þú veist, skipti máli að við séum virkir þátttakendur í þessu samstarfi. Og hann einmitt sagði þarna bara ef að við værum í sömu spórum og það væri verið að ráðast á okkur og við varum að kalla eftir vopnum og við fengjum plástra og ullasokka, það væri kannski ekki alveg að dug og það er kannski bara hinn kaldi raunveruleiki. Myndi ég óska þess að þetta væri ekki staðan? Sjálfsögðu. Væri ég til í að það væri ekkert stríð? Að sjálfsögðu. En þetta er hins vegar
raunveruleikinn og ég held að þáttaka okkar í NATO skiptir alveg gríðarlega miklu máli hvað þetta varðar, að við getum kannski hjálpa til hvað þetta varðar. Þannig að, og svo þetta með hlutleysið sko, erum við hlutlaus þjóð þegar við erum í NATO, ég er ekki svo viss um það. Við höfum haldið fast í þetta, við séum herlaus og stöndum fyrir frið og auðvitað eigum að gera það áfram, það breytir því ekkert. Var þá Halla Tómasdóttir í bullinu þegar hún fjallaði sína sín áður en hún var forseti? Nei, ég meina það var bara hennar sín, svo getur maður haft aðra sín. Ég held að þarna sé líka bara aftur, við erum vön að geta haldið svona ræður frið og hlutleysi og ég held að það sé bara svolítið búið að breytast því miður. Og við getum annað hvort verið bara remst eins og rjúpan við staurinn og haldið áfram að vera naív eða horfst í augu við þann kalda raunveruleika að það eru stríð við það ófriður í álfun okkar og heimurinn eins og hann var, hann kannski ekkert að fara að verða aftur eins og hann var. Nei, þetta samt svolítið hættuleg sko hugsun, ég ekki að segja þessi ósammálaður og skiptir engum máli hvort ég sammálaður eða ekki, þetta bara rökraði við borðið. En þetta samt svolítið hættuleg hugsun sko að heimurinn sé orðin hættulegur en það var. Ég held að sé öryggisgæslu ráðherra Sjálfstæðisflokksins alveg rosalega mikla. Við sáum mjög harkalega tekið á mótmælendum, ekki alls fyrir löngu. Nú er árásin á Mette í Danmörku, það fjallað að þetta sé til marks hvað heimur er svona hræðilegur árás á lýðræði sjálft. Þetta er líka umhugsunarefni að gefa sér að heimurinn sé orðin miklu hættulegri, háskalegri. Já, ég held ég get alveg verið sammálaðir með það líka að sko, ég held að þessi svona tvíhyggju heimur, þetta er gott eða vond og þessi margumrædda skautun hjálpa ekki mikið til og svo búum við þetta öll í okkar bergmálshellum. Ég fæ bara fóðurinn af alls konar sem að þú fær kannski ekki og sonur minn sem er 17 ára, hann lifir í allt öðrum heim en ég. Þannig að þetta er mjög flókið en það sem ég var að vísa til er bara að augljóslega það eru stríð, það ófriður og það það sem er að breyta allan að því hvernig ég hef hugsað NATO og þessi mál. Þegar ég fædd 89, ég fædd kannski í svona mesta friðar skeiðinu svona í síðara hluta 20. aldarinnar og núna í fyrir hluta 21. Mín kynslóð, við erum ekkert vön svona umræðu. Við ólumst ekki upp við kalda stríð og þegar amma mín segir mér frá stöðunni í hernáminu og svo framins, þetta eru sögur fyrir mér. Þetta er ekki veruleiki. Þannig að ég held að við þurfum bara að passa okkur að fara ekki í eitthvað dómarasæti sko. En að sjálfsögðu eigum að taka umræðin og ég held líka það sem hefði mátt gera með þessi vopnakaup, það hefur verið gagnrýnt meðal annars af mínum formanni að það hefði að sjálfsögðu mátt bera þetta undir utanríkismálanefnd, taka þessa umræðu inn í þingið og upplýsa, þetta var svolítið gert bara svona í skjóli nætur. Gísli, þið hjá Pírötum megið hafa það bak við eyrað að spyrja stjórnvöld kostnaðinn af öryggisgæslu bara fyrir ráðherralið Sjálfstæðisflokksins árinu 2024 þegar það verður liðið. Mér langar að sjá hver stórum hluta á skattfé verið að verja í að halda fólki frá almenningi og hafa það öruggt í kannski örugg ástandi út af einni gusu af glimmer. Ég vissum að við getum örugglega sent inn eina eða tvær fyrirspurning hvað það varðar. Mér langaði varðandi Úkraínu. Það sko það hefur náttúrulega hlutinir hafa breyst. Þú nefndir það, þú ert fædd kynslóð sem að upplifði bara frið og ég man náttúrulega verandi aðeins eldri meðan eftir kalda stríðinu og því á fullu og svo náttúrulega eins og Afi gamli sem sprengdi ríkisstjórnina með Sjálfstæðisflokknum, Sósíalistaflokk og Sjálfstæðisflokk fyrir hvað þetta komið 70 ár síðan að var ákveðið að gangi í NATO. Þannig að það hefur margt breyst á þessum tíma. En ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur í þessar umræðu að muna það að Úkraína að berjast fyrir lýðræðinu og berjast fyrir okkar eigin frelsi í Evrópu. Og við þurfum að sjálfsögða styðja við bakið þeim. Það hins vegar alltaf spurning hvernig. Mér finnst svolítið hafa verið farið sko á rangan stað í umræðinu þegar talað að við séum bara til dæmis að láta ullasokka og plástra
til handa Úkraínumönnum. Við erum að gera mjög flotta hluti þegar kemur að því að þjálfa upp Úkraínumenn í að leita að jarðsprengjum. Það mjög mikið að jarðsprengjum, meira jarðsprengjum í Úkraínu núna heldur en bara í flestum öðrum stríðum á undanförnum 50 árum. Við erum líka að þjálfa upp fólk til að vera á vígvellinum í að sinna fyrstu hjálp. Við saman allir flokkarnir studdum það að taka milljarð króna í að kaupa hersjúkrahús til að nota nálægt vígvellinum. Þetta allt saman hlutir sem að styðja við stríðið en gera það á friðsamlegri hátt heldur en að kaupa skotvopn eða eitthvað annað. Við líka í upphafi stríðsins studdum til dæmis vopnaflutninga. Það hægt að rífast það hvort það veri gott eða ekki, en það samt sem að allavega ekki, við vorum ekki að kaupa byssurnar og kúlurnar til að nota og ég held að þar liggi svolítið munurinn hjá fólki að fólk tilbúið að styðja við bakið á Úkraínumönnum en kannski ekki að vera þeir sem borga fyrir kúlurnar sem að drepa eitthvað. Nei. Takk fyrir þetta. Þá ætla ég að vinda mér út í breytingar á orkumálum að ég fór á Helgafellið í gærmorgun, göngutúr. Ég gekk fram á 3 hol sem að voru að ræða það með álverin og hvort þetta gæti verið rétt að umframorka þau getur selt orkuna tilbaka með hagnast verulega á því að kaupa ódýra orku. Við vitum það að raforkumarkaðurinn til stórnotenda á Íslandi hefur verið vann og í eina tíð nánast bara á spotprís. En þú ert formaður atvinnuveganefndar og breytingar á orkulögunum voru ekki eitt af því sem að þú nefndir áðan að þér finnst líklegt að myndi fara í gegn núna. En aðeins þetta, er þetta orðin einhver hringavitleysa með orkulögin og er það þannig að það sé verið að gera breytingar í trássi við vilja almennings eins og talað um? Nú er það þannig að þetta er búið að vera til umfjöllunar hjá okkur í allan vetur inn í atvinnuveganefnd og þetta er búið að vera í umræðu í þinginu í 3 sólarhringa. Mjög áhugaverðar umræður og mjög gott að taka góða umræðu orkumál. Þú nefndir þessa endursölu stórnotenda inn á markaðinn aftur og þá hann nú svo sem þetta nú aðeins flóknar en það því að þetta snýr að því að hugmyndafræðin gengur út á það að stórnotandi geti selt þá orku sem að tilbaka til þá kerfisstjóra sem í þessu tilviti Landsnet sem að fer þá inn á jöfnunar orkumarkað. Og það sem í þessu það að hvort sem það á við mig eða Gísla eða einhvern annan inn í atvinnunefnd að við erum að velta fyrir okkur hvað getur gerst í framhaldinu og ramminn nógu skýr sem að við erum að setja þar sem meirihlutinn þessa hluti og þetta eitt af því sem við ætlum að fá svar við á morgun í atvinnuveganefnd. Þá fáum við Guðmund Inga forstjóra Landsnets til okkar og ætlum að ræða þetta frekar. Hugmyndafræðin svo sem í grunninn snýr þetta frumvarp að því að verja smærri fyrirtæki, heimili og mikilvæga innviði og síðan erum við með verkefni hverjir eiga þá verið í forgangi og svo framvegis. Það snýst frumvarpið. Þetta kemur inn svo sem á seinni stigum þessi endursölu heimild eftir vinnu nefndarinnar í vetur þar sem það hefur verið gagnrýnt að þetta komið menn hafa svolítið verið að rifja upp búvörubreytingar og búvörulaga frumvarpinu þar sem að þú varst einnig í stafni og þóttu mjög umdeildar þarna á lokasprettinum. Já, myndi ég segja að þessar breytingar ef ætlar að bera þetta saman við búvörulögin eru
eru nú allt annars eðlis hvað það varar. En viltu nota tækifærið og svara fyrir þá gagnrýni sem þú fékkst á sínum tíma fyrir... Með búvörulögin? Já. Já, ég get alveg veitt góðum tími það ef þú vilt, en viltu ekki tala rafmagni fyrst? Jú, en bara stuttum það... Stuttum búvörulögin? Var þetta bara einhver loftkendur aðili sem þarna kemur inn og gekkstu hagsmuna bara KS og þessara félaga út úr landi og réðst og rétt, neytenda rétt? Nei. Er ég að tapa vegna þinna ákvarðana? Nei. Aldur og ævi? Nei. Þú veist nú úr hvaða ranni ég kem, þannig að það er svo sem að nú ekki að dilja sneinum hvernig það varðar, en í grunninn þá ef við tölum búvörulögin núna, Östutt. Að þá var þetta lagt upp með það að ná utanum þessa framleiðslu og það að samningsstaða bænda og væri þetta hægraðinn að gerast. En þegar við fórum að skoða málið í grunninn, í upphafi, að þá var það þannig að frumvarpið gekk ekki nógu langt til þess að uppfylla við markmið sem ráðherra setti. Var þetta nýtt frumvarp? Nei. En það er hótað málsóknum þú geti fengið þetta í hausinn frá Evrópu? Já, nú ætla ég að byrja bara að lesa álit sem að Karl Bautenbacher nokkur var að gera varandi þessa þætti. Þar sem hann segir oss að við þurfum ekki að neina að gera því. Ok, þá að hinu takk fyrir þetta, en þá að hinu sem við vorum að ræða er verið að gera einhverja vafasama breytingar núna, breytingatillögur leggja þær fram sem að gætu ýft raddir Íslendinga sem að labba á Helgafell og sko menn eru svolítið að tala um það sem gerist í Skandinavíu að neytendur var lofað einhverju bragabót, það verður miklu meiri viðskiptum orku heldur en höfðu verið áður, svo hækkaði verðið til almennra notenda 20-30%. Gæti það gerst til líka? Já, á það hefur verið bent í umræðin sem að hefur átt sér stað í þinginu og þess vegna er mjög mikilvægt að áður en að málið gengur lengra að við glöggum okkur á því hvort þessi raunverulega hætta sé til staðar. En það er alls ekki tilgangur að ég tel meirihluta atvinnuvega nefndar og þeirra sem að þessu standa. Nei. Og þar að leiðandi þurfa að fá skýrari svör það og það vona ég við fáum á morgun og við svo sem höfum verið að tala í vetur gagnsæi markaðarins og þess áttar. Það eru vissar efasemdar raddir að við séum að taka rétt skref hvað þetta varðar og þar að leiðandi er mjög mikilvægt að við förum bara betur yfir það því að í grunninn er það þannig að við ætlum að verja aðgengi almennings að raforku á góðu verði, ekki þá að ég hækka eins og var Gísleifinu bent á reglu eins og í Noregi, hvernig fór þar og sömulegis voru mjög margir aðri þingmenn sem hafa tekið til máls í þessar umræðu og verið að velta upp og þessi staða væntanlega myndast segjum svo að sem menn var að benda á að álverinn bara skelli í lás og endur selji það rafmagn sem er innan samningar. Sum þeirra eru náttúrulega að verða ansi úrelt og bötsingstíma. Já, og en miðað við eins og staðan í dag þá held ég að þeir þurfa að selja kílóvattstundir $300 til þess að það borgi sér fyrir þá slökkválverinu. Þannig að og kaupan á 30 kaupan, já, eitthvað svoleiðis, við vitum það ekki almennilega en þetta er svona það sem við höfum heyrt. Þannig en þá þarf að vera kaupandi að því á $300 og við höfum heyrt þá tölu að gagnaverinn sé tilbúin að kaupa á $150 og en aftur á móti ítrekkaði það bara Björn að þetta er til umræðu hjá okkur í fyrramóli í atvinnuveganefnd, þar sem við glöggum okkur enn frekar og því er þessi hætta raunveruleg fyrir hendi og svo framvegis. Já, það er önnur umræða það hvort það sé raunverulegur orkuskortur á Íslandi eða hvort að það er einhver mesta áróðurslýgi sem er dæmt yfir landsmenn. Bjarni Bjarnason, fyrir náttúrulega stór kall í þessum orkumálum, var síðast að tjá sig núna á fundi hjá Landvernd og margir í hópi almennings þeir halda að þetta sé smjörklípa að magna upp skort sem ekki er fyrir hendi
það eru engir virkjunarkostir á borðinu, þannig að þegar Bjarni sagði að þetta væri eitt af þessum 4 málum og hann réttlætti eigin setu áfram í ríkisstjórninni með því að þetta væri eitt af þessum 4 málum sem að yrði að koma í gegn á næstu vikum. Það ekkert í hendi og kannski þessi orðræða svolítið til þess að grafa undan ákveðnu trausti eða hvað? Nei, sko, það náttúrulega ákveðni virkjunarkostir í nýtingarflokki og við þekkjum umræðinu Hvammsvirkjun og því sem því og síðan það Búrfellstundur og það svona þessi tveir svona stærstu þættirnir sem að framöndan eru. Við höfum sömuleiðis verið að tala um það hvort við þurfum ekki að endurskoða þetta regluverk varðandi leyfisveitingaferli og annað, þannig feril sem á sér stað þegar þú ætlar að fara stað í virkjun. Orkuskortur á Íslandi? Ég held að við getum svarað því bæði já eða nei. Erum að fara vel með orku á Íslandi? Stuttarsvarið því nei. Getum við gert betur varðandi orkunýtingu, varðandi flutningu á raforku og svo framvegis? Já, það klárlega hægt og það talað bara glatvarmi, það var 357 gigawattstundir á ári sem í glatvarma. Við getum farið með bættu flutnings varðandi minnka orkutöp og svo framvegis og þetta hefur Landsvirkjun bent á í góðum skýslum og hvernig við förum bara betur með og við vitum það alveg að Íslendingar, við erum algjörir orkusóðar vegna þess að við höfum alltaf haft rosalega gott aðgengi að ódýri orku og við spáum ekkert í það, við erum með kveikt ljós og kveikt á 3 sjónvarpum kannski einu þó sem bara horfa eitt. Já, þeir endar eyða minnst, það eru náttúrulega stórnotendurnir og það búið að selja allt og mikið jafnvel sko verið að selja til fyrirtækja orku sem ekki ennþá til og þetta náttúrulega hefur áhrif en ég held líka það mikilvægt að hafa í huga að bara gott dæmi, við erum með risastóra virkjun fyrir austan, Kárahnjúkavirkjun og hún í rauninni bara tengt við einn aðila í dag sem álver. Á meðan verið að keyra fjarvarma veitur á öllum Austfjörðum á olíu eða einhverjum öðrum mengandi hlutum. Í stað þess að tengja þarna á milli og virkilega að fara að hugsa sko, talandi að forgangsraða, við eigum að vera að forgangsraða fjarvarma veitunum til dæmis. Það virkilega dýrt fyrir fólkið hvort sem það á Austfjörðum, hvort sem það á Vestfjörðum, hvort sem það í Vestmannaeyjum, þar fólk búið að upplifa 30-40% hækkun einfaldlega vegna þess að það verið að keyra meira en allt á olíu og það hefur sko alls ekki heldur góð áhrif fyrir okkur í lofslags bókhaldinu og mun kosta okkur ennú meira þannig að það bæði að kosta ríkið og að kosta almenning en það alltaf bara sagt við þurfum að virkja meira nei, við þurfum að nota orkuna mun betur eins og bentur á þú nefndir nú áðan að kannski eru einhver af þessum eldri álverum að fara bara einfaldlega borga sig fyrir þau að loka það þarf ekki nema eitt álver að loka og þá eigum við nóg rafmagn fyrir stærstu sviðsmyndina sem var búin til orkunótkun. Og þurfum þá kannski ekki að eyðileggja víðerni, Fossaröð, Drekkjalandi eða ógna geiminum sem undir Íslandi meiri norðið vegna þess að það allt tala sjálfbæra orku, hvað var það jarðhitan okkar, þetta allt á villigötum, segja sérfræðingar. Ofnýting á því að bora eftir heitu vatni og gufu, hún leiðir til þess að það kólnar hægt og rólega undir fótum okkar og hitaveitan til framtíðarkynslóða Íslendinga, hún getur hreinlega verið í hættu ef menn passa sig ekki. Segja margir þeirra vísindamanna sem segja að við höfum gengið allt og bratt fram og það var mjög áhugavert að sjá til dæmis, ég veit ekki hvað þið voruð harðir á því en sjálfstæðismenn beittu þessu mjög af því að við værum að nota olíu fyrir atvinnustarfsemi sem væri náttúrulega mjög vond í umhverfislegu tilliti þá þyrftu við að virkja meira, búið til grænorku
en eins og þú hefur bent á og þú reyndar líka, þá eru til svo margar aðrar leiðir áður en við förum alltaf þessa sömu leið, en hérna ef þú myndir kannski aðeins koma inn í þetta og ykkar sjónarmið hjá Viðreisn. Já, ég held að sko forsetakosningarnar sem eru nú nýafstaðnar vörpuðu svolítið ljós á það hvað auðlindamálin eru heit og hvað landsmenn eru hugsi yfir auðlindamálunum okkar og orkumálunum og mér finnst alltaf mjög óþægilegt þegar umræðan er á þessum stað sko, grunnpunkturinn er ekki eins og skýr, er orkuskortur eða ekki og það fer bara eftir við hvernig þú talar, þá ferðu bara ólík svör og mér þykir það alltaf frekar svona óþægilegt að taka síðan ákvarðanir byggðar á svoleiðis grunni. Ég hlakka til að sitja hann á fund á morgun í atvinnuveganefnd, fyrst ég er nú þingmaður þessa vikuna, ég vinn alla jafna sem aðstofamaður formannsflokksins, hún að gera það í 7 ár, þannig ég stend yfirleitt í hliðasal Alþingis, fæ að fara yfir þröskuldin þessa vikuna. Þetta er í 3. skipti sem ert kölluðinn og þingar ekki? Jú, þetta er í 3. skipti og alltaf í mjög skrýtnu árferði, þannig að það breytist ekki þessu. Það er alltaf mjög skrýtið árferði, Þórarni Inga og félagar. Það er þannig, þeir bjóðu upp á svo mikla veislu sko. Ég tók síðast sæti þegar að Bjarni Benediktsson varð forsætisráðherra þarna í apríl. Já, hann verið gaman. Það var fjör sko. Góð dagur. En allavega varðandi auðlindamálin og orkumálin. Sko, ég held að það sé alveg klárlega þannig að við þurfum að horfa á þessa hluti svolítið heildrænt og komast að einhverju lendingu, einhverju niðurstöðu. Auðvitað má og ganga okkur vel með það. Ég held að svona hugmyndir orkuskort auðvitað ræða. Og ef það er einhvers konar áróðustól þá virkar það að einhverju leyti en ég held að við þurfum samt að hugsa til lengri tíma hvernig við ætlum að klára orkuskiptin, hvernig við ætlum að klára þessu hluti. Við getum klárlega nýtt orkun okkar betur. Ég er nú vestur á fjörðum og fór heim páskana í gott partí, aldrei fór í suður og gleði og heimamenn, get ég sagt ykkur, hlófu svolítið að okkur komufólkunni sem komu okkar hybrid bílum og rafmagnsbílum og Teslum og öllu og það var allar hleðslustöðar á plásinu sko uppteknar og þá hlógu menn heima. Ef þessi menn, ef þetta fólk að sunnan vissi það að þetta er allt saman knúið áfram af dísilolíu þessa stundina. Að fólki fannst það svolítið svona hjákátlegt og það eru ákveðin svona öfu orkuskipti í gangi heima. Ég held að séu 100 dagar á árinu sem að heimili landsins eru meira þess að líka kynnt af dísilolíu. Og þetta eru auðvitað eitthvað sem við þurfum að ræða. Það þarf auðvitað að tryggja bara svona, þetta er jafnréttismál líka, að þessir innviðir séu í lagi. Það er alveg ennþá þannig heima. Ég hef alveg verið á jólunum í rafmagnsleysi af því að það slæðir allt út og steikin er í hættu og við erum vönd því að baða okkur í góðum hólum af því að það er ekkert heitt vatn. Það eru auðvitað bara mismunandi veruleiki bara all land og ég held að það sé mjög mikilvægt að tryggja þetta flutningskerfi og svo framvegis en eins og ég segi, ég hlakka til, ég hlusta á sjónarmiðin í þinginu, ég held að það hafi verið mjög góð umræða þessu mál og mér finnst þetta merkjum það að þingið virkar. Sem þessi málstofa sem hún á að vera, við eigum að taka mál og við eigum að krifja þau og við eigum að skoða allar hliðar og ég hlakka bara til að taka þátt í umræðan á morgun og fá vonandi einhver svör við þessum grundvallar spurningum. Sammála því að sko það er ekkit allt of oft sem það gerist að umræður séu eins og í þessu tilfelli vorum umræður ekkit búnar í þessu máli og þeim er ekki lokið og þeim ekki lokið en málið er ekki á dagskrá í dag til dæmis þannig að það er verið að taka fund í nefndinni á morgun til að ræða hvort að þær áhyggjur sem að koma upp í umræðunum hvort að þær séu réttar og ég held að sko við megum gera mun meira af því við erum alltof dugleg finnst mér eða við stjórnarflokkarnir sérstaklega dugleg að ef að hluturinn er komin í aðra umræðu þá er bara nefndin búin að ákveða eitthvað og það skal vera þannig og það má ekki benda á nein mistök, það má ekki benda á neitt. Ég bendi nú á til dæmis í útlendingafrumvarpinu að það kannski stæðist ekki barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það er breytingar sem væri verið að gera. Og ég neytti það inn í nefnd, það er að segja heimtaði að það færi aftur inn í nefnd, en það var engin áhugi á því að taka þessa umræðu innan nefndarinnar áður. Og bara fá það á hreint og koma þessu hreint. Ég held, þetta er eitthvað sem ég allavega held að sko þurfi að vera miklu meira við pólitík, menn séu tilbúin að segja, já, heyrðu,
kannski ekkert sniðugt að leyfa stóriðin að selja tilbaka, kannski þurfum við að hugsa það miklu betur ef við ætlum að leyfa það og setja miklu meiri ramma í kringu það. Heyrðu, samþykkjum hinn hlutan sem forgangsraðar heimilunum og finnum svo betri lausn hinu. Við megum ekki vera á föstu í því að segja bara, við ákvæmum ekki að svona skal það verða og við ætlum aldrei að ræða neitt annað. Og ég held að með tortryggni almenningsgagvart þinginu og stjórnmálunum liggur rosalega mikið í þessum vinnubrögðum. Við höfum alltaf oft séð það gerast að það einhver mál keyrði gegnum þingið á bara allt og litlum tíma. Það aðferð, sko. Og það ákveðin aðferð, já. Og við í minnihlutanum erum auðvitað oft mjög vanmáttu gagvart þessari aðferð. Við getum auðvitað farið í málþóf og mér finnst líka mjög áhugavert að leið og það einhver umræða orðin svolítið ríkuleg og góð og þá öskra málþóf. Þú veist, það einhvern veginn alltaf það skiptir ekki máli. Við tókum 2 mínútna fundastjórn einu sinni og þá kallaði Jón Gunnarsson við værum með málþóf. Já, þú veist það, og ég held að almenningu bara nenni sig ekki. Og ég held að það skiptir máli. En langar samt að gefa Ef ég má samt klára. Hvað langar að segja? Leiðinu fyrst að klára. Að ég held að skiptir rosalega miklu máli að hugsa þess út í þessi vinnubrögð. Að ef það koma ábendingar sem eru alvarlegar og mikilvægar fyrir landsmenn og fyrir okkur öll, að þingheimur geti pínu staldra við og hugsað, eigum við kannski ekki að vera í þrjóskukeppni og lifa í einhverjum raunveruleika. Og kannski mætti virkja lýðræðið aðeins betur að minnihlutan á hverjum tíma fái einhverju ráðið. En mér langar samt að segja að formaður atvinnuveigenda Þórarinn Ingi hefur verið duglegri að hlusta á okkur í minnihlutanum heldur en margir aðrir þingmenn í ríkisstjórnarflokkunum. Hann má eiga það. Takk fyrir það var nú svo sem að því að Björn kom inn á búurlaun á þá svo sem þó var nú held ég ekki voru menn ekki alveg sáttur við þau vinnubröð en sko ég vil segja eitt varandi þann þátt og vinnubröð þingsins og ég tek undir með þeim sko varandi þessa bara góð og upplýstu umræðu raforkulögin og það var nú meiri sér þannig að það var ekki bara stjórnaraðstæðan sem var í þeirri umræðu, við vorum þarna allan 3 framsóknarmenn og 1 sjálfstæðismaður held ég hefði verið. Það var gaman að sjá ykkur. Sem tókum þátt í umræðunni og það á sömuleiðis við eins og þegar við tókum búurlögin í gegn að þá gerði ég nú það að þið voru með minnihluti var með nefndaráluti í 4 sólarhringa áður en það var sendt til skráningar. Og síðan tókum við góða umræðu sko í þinginu og það sem hún var nú bara svona nokkuð lágstemmd til að byrja með og síðan byrjaði svona títringur út í bæ og annað og sem bara eðlilegt en ég tel nú að með álitinu sem kom frá Karli Bautenbacher núna í síðustu viku varðandi þessa þætti að við höfum svo sem leitt það í jörð sem snýr að því hvort við séum að fara á svið við Evrópureglu gerðir og EES en ég bara taka undir við með sessunutum mínur hvað það varðar að ég held að það sé akkurat vandamál okkar í þinginu það það að við erum allt of hrædd við að sko taka umræðuna og því svo mikilvægt sko bara eins og í þessu máli sem að þessu snýra að þó að ég sé í meirihluta og hafi verið hlindur þeim skrefum sem verið að taka að þá aftur á móti þegar við þróum umræðinu og förum að velta hlutunum fyrir sér og þá allt í einu sjáum við langflest allavega þá sjáum við það, heyrðu, markmiðið ekki að hækka raforkuverð til almennings. Við ætlum að tryggja aðgang að raforku en kannski þessi þáttur hefur hann þessi áhrif og það eitt af því sem að við þurfum að bara fá svör við á morgun í nefndinu og tökum þá skrefið áfram og að því hún myndir á það ég hef ekki minnst á raforkulögin það var nú bara því ég glemdi því það var nú ekki út á neina öðru en sko við getum þetta alveg og ég eins og í atvinnuveganefndinni hjá okkur Gísla þegar Gísli nú varaformaður og leysi mér nú mjög reglulega af þegar ég hleypi að vera bóndi að það samstarf gríðarlega gott og það heilt yfir myndi ég nú halda í atvinnuveganefnd allan hins björða
svona góður andi og við höfum verið að skipta svo skoðunum og auðvitað koma ágreiningsmál þar sem maður þarf að beita einhverja handafli og keyra hlutin í gegn en heilt yfir þá erum við að reyna að ná fram hlutum en í eðli samkvæmt verðum við aldrei sammála alla hluti, það bara þannig. Nei. Og eigum ekki vera sammála alla hluti. Þá fyrst því ég pínu smeg, sko. Þá það ljótt. Já, það var ekki gott. Tegundi það og líka alltaf gott að vera vakandi fyrir því hvað stjórnvöld hverjum tíma eru að verða háðar og háðari í því sem kallað hefur verið atvinnurekenda vald. Og maður þarf að vera á verði þar. Þetta búið í dag. Gísli Rafn Ólafsson, þingmaður Pírata, María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar þessa dagana, varaþingmaður, og Þórunn Ingi Pétursson, nýfloginn til okkar að norðan úr kuldanum sem þar hefur verið. Þegar þessi þáttur tekin upp fyrir hádegi þennan ágæta mánudag 10.7.2024. Sameiginleg niðurstaða hér í panelnum að Vinstri grænir muni sennilega lifa af morgundaginn í einhverri mynd og ríkisstjórnin muni þá lifa. Þannig að það verða áfram fjörlegar umræður kraftastöðu sumra flokka. Þetta að fara, viltu veðja, María? Nei, ég fór bara allt í að hugsa að þetta verður til á teipi, sko, þannig að það verður vandræðilegt ef ég hef rangt fyrir mér, en jú, ætli það ekki. Þá töpum við bara enninu rauðispottinu. Ég held að ríkisstjórnin verður bara fegin að komast í sumarfrí. Þetta nú bara eins og sitta puttan upp í lofti, María, sko, eins og í svo mörg öðru, stundum hefur maður rangt fyrir svo stundum rétt. Það bara allt í lagi, stend bara með þessu. Það bara, maður stendur bara með því sem maður ákveður. Skiptir mestu að leggja undir, sko. Við tökum þá eftir. Tökum við þá eftir. Ljómandi kærar þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og væntanlega býður Gunnar Smári upp á annan kafla, nýjan rétt hér eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is